Arnar Sveinn Aðalsteinsson, þú ert búinn að spila yfir 270 leiki fyrir Breiðablik. Það eru 20 ár síðan þú spilaði þinn fyrsta leik fyrir Breiðablik. Nú ertu komin á Parken í meistaradeildinni. Hvernig líður þér? Þetta er skemmtileg vegferð sko, gaman að rifja þetta upp og þetta er svona 20 ár segir og þetta er svolítið langur tími sko. En það er gaman að taka þessi skref og ég meina fyrir 20 ára þá vorum við í fyrstdeildinni og við tókum svona þá ferð og fórum í gegnum hana og svo erum við búin einhvern veginn að svona ná almennilegum sess í efstild og svo og við náttúrulega vinnum titilinn og svo tekjum við smá frí og fer vestur í bæ og svo komum við aftur og erum komin einhvern veginn í svona þessi Evrópuævintýri og farin að mattsa lið eins og SIK og virkilega góð lið. Það er rosa gaman svona að sjá þau skref sem klúbburinn hefur tekið á þessum tíma. Já, það er svona, það sé alveg óhætt að segja það er Breiðabliks blóð í æðunum á þér. Já, það passar. Og hefur oft verið umræða uppalda blika og svo framvegis. En hversu, þú nefnir þessa vegferð, þú veist, hversu gaman er þetta í alvörunni? Ég meina þú ert alveg komin á, hvað getur þú sagt, seinni hluta félagsins þó að þú hef ég séð í stórkostlegu formi. Já, hversu gaman er þetta? Þetta er náttúrulega hrikalega gaman og það er gaman að vera partur af einhverju en þegar það er klúbbur sem að maður elst upp í honum og ekki bara það eru amma og afi eru sko gullblikar og mamma og pappi eru þarna og konan og tengdafjölskyldan eru öll blikar, börnin mín eru að æfa þarna. Það er einhver svona tilfinningarleg tengsl sem er kannski erfitt að útskýra og þá hefur einhvern veginn allt meira vægi og þannig að það er svona bæði við augljósa hvað þetta er skemmtilegt en líka einhvern veginn svona tilfinningar sem kannski ekki hægt að útskýra sem eru dýpri og svona dýpri og meiri heldur en væri kannski mögulegt annars staðar. Nú eigum við hann að leika á morgun. Sumir segja að við höfum engu að tapa. Hvernig eru Óskar og Halldór og fleiri og bara liðið? Hvernig eru það að nálgast leikin? Mér finnst við nálgast þennan leik mjög svipað á aðra leiki. Við gerum okkur klárlega grein fyrir styrkleikanum og svona einhvern veginn hvernig við stillum upp taktískt, en það er þessi nálgun sem er þetta svona halda í okkar grunngildi, spila okkar leik og þessi frasar, en þessi grunngildi sem snúa að hugrekki, sem snúa að því að þetta er leikur sem er partur af því að taka einhver skref, partur af því að taka einhver þroska og ef maður einblínir alltaf úrslit þá nær maður ekki þessum þroska út, þannig að við keyrum á þetta út frá okkar grunngildum og svo sjáum við hvað kemur upp á hattinu vegna þess að við sáum það alveg heima að við mötsum alveg þetta lið og þetta er alveg, þetta er eitt besta lið Norðurlanda en við erum algjörlega að ná á okkar besta degi að standa að mattsa það. Það er oft sagt að þetta þriðja mark, nú er staðan í rauninni 2-0 í einvíginu, það er oft sagt að þriðja marki geti breytt. Hvað heldur að gerist ef að Breiðablik myndi taka upp á því að skora þriðja markið? Fyrsta markið á morgun. Já, einmitt. Ég held að það komi smá skjálfti og það er að verða náttúrulega væntanlega margir áhorfendur á morgun og verður mikil stemming að það geti komið ennþá meiri skjálfti svona í einhvern veginn andrúmsloftið þarna, þannig að það verður rosa gaman að sjá það einmitt gerast. Já, þannig að þið hlakkar til. Ég hlakka gríðarlega til.